taka inn lið númer 6, reglur fjarvinnu. Ef enginn veitir því þá og svo virðist ekki vera, þá það samþykkt. Dagskrá fundarins í dag eftirfarandi. Fyrsta dagskrá fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Hún verður tekin til síðari umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn fyrir árið 2022 og 3 ára áætlun. Liður 2, fundargerð bæjarráðs númer 733, fundargerð eignaskipulags og umhverfisnefndar númer 300, fundargerð fræðslunefndar númer 104 og svo eru undir almenn mál þá 2 mál og það liður 5, deiliskipulag Leira 1 og liður 6, reglur fjarvinnu. Þá göngum við til dagskrá og fyrsta dagskrá fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar sem tekin til síðari umræðu í bæjarstjórn fyrir árið 2022 og 3 ára áætlun fyrir árið 2023-2025. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, mælir fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, eins og komum fram, þá erum við hér stödd við síðari umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2022-2025. En fyrir umræða fór fram fyrir hálfu mánuði síðan. Milli umræðna hefur fjárhagsáætlun farið fyrir bæjarráð 9 og til umræðu og yfirferðar þar og eins hér inn á fjármálasviði og inn hjá bæjarstjóra. Það sem hún hefur farið yfir og eins og með bæjarfulltrúar sjá, þá hafa verið gerð einungis ein breyting milli umræðna á fjárhagsáætlun en lagt var til að áætluð fjárfesting félagslega íbúðarhúsnæðisins fyrir árið 2022 verði hækkuð 20 milljónir króna og verið þannig 50 milljónir í þessari nýju tillögum og þessi fjárfesting ætluð til 3 verkefna skilgreinda, þetta ekki opið, sem bygging sérstaks íbúðarhúsnæðis á næsta árinu 2022 og 2023, þar sem við erum að tala að byggja færanlegar minni íbúðareiningar sem til þess að bregðast þörf sem nú eru uppi og í hverjum Fjarðabyggðar en líka með þeim möguleika að ef þörfin breytist að það sé hægt að flytja milli hverfa eða taka aðrar ákvarðanir notkun þeirra. Þá verður haldið áfram í endurbótum á Breiðabliki, horft til þess í áframhaldi því núna frá þeim endurbótum sem við vorum í núna í sumar vegna þeirra mikla fannst. Við munum þá halda áfram að ganga frá eftir þá hreinsun og breyta þar aðeins til og jafnframt stopp fram til byggingar almenna leiguíbúða sem bæjarráð samþykkti að endurnýja nú á síðasta fundi sínum. Þessi breyting hefur eins og kemur fram í minnisblaði fjármálastjóra engin áhrif á almenna rekstrarkostnað í A- eða B-hluta en áhrifin koma fram í fjármagnsliðum milli aðalsjóðs og félagslegs húsnæðis þar sem hækkun fjárfestinga í fjármögnun gegn viðskiptareikning og þannig lækkar jákvæð afkoma samstæða með 1,6 milljón króna árið 2003 og svo koll að kolli. Á sama hátt hækkar jákvæð afkoma A-hluta tæpa hálfa milljón króna árið 2022 og 900.000 króna árið 2023. Báðir breytingarliðnir eru reiknaðar stærðir. Handbært fé lækkar 20 milljónir í árslok áranna 2022-2025 sem fjárhagsáætlun tekur til. Það áætlað nemi 203 milljónum í árslok 203 milljónum króna í árslok 2022 í stað 223 milljóna sem eins og var við fyrri umræðu. Að öðru leyti hefur fjárhagsáætlun ekki tekið breytingum eins og áður segir á milli umræðna. Ég vil nota hér tækifærið og þakka samstarfið, náttúrulega bæði starfsmönnum fjármálastjóra og öðrum starfsmönnum sviðsstjórum og öðrum starfsmönnum hér innan hús, þakka nefndarmönnum fyrir þeirra vinnu við fjárhagsgerðina og svo bæjarráðsmönnum og öðrum bæjarfulltrúum. Þetta hefur gengið með miklum ágætum, hefur verið tekin heilmikil umræða og mikil yfirferð tel ég og markaðar, eins og kemur fram í inngangnum, markaðar ýmsar svona til frambúða litið, ýmsar mörkuð stefna í mörgum veigamiklu málaflokkum, líkt og hvað varðar starfsmenn og starfsmannahald okkar, því að það náttúrulega okkar stærsti, mannauðurinn okkar stærsta eign. Við erum með gríðarlega fjölda starfsmanna og við þurfum að halda vel það og það þarf að horfa vel í þá liði til þess að leita þar leiða til þess að halda utan þann mannauð og þannig að við ætlum okkur að horfa til að reyna að draga úr veikindi og fjarverum, grípa fyrir inn í ef hægt er og annað slíkt. Við erum að fara að horfa til innkaupa
og fara yfir innkaup sveitarfélagsins og það sé á allt hort til hagkvæmustu leiða og leið að efla viðskipti innan sveitarfélags og framvegis. Þannig að ýmsar slíkar ákvarðanir hann teknar. Lítið sátt breytingar mínum inngangi sem leið til því að sem einfallega bara gleymdist í inngangi í fyrri umræðu, náttúrulega minnast á almenningssamgöngukerfið og það verkefni sem við erum komið með á stað og verður mjög spennandi að sjá. Við ætlum að reka út næsta ár og draga þá leið saman reynsluna og sjá hvernig við förum til framtíðar með það áfram og ásamt náttúrulega íþrótt- og tónlistastir sem nú er fyrst sem íþrótt- og tónlistarnefnd samþykkt í vor og er inn í fjárhagsáætlun að greiða nú fyrst skipti í gegnum kerfi félagana 10.000 krónur per ungmenni sem er svona fyrsta skref í þeim efnum sem menn geta þá þróa áfram þegar menn sjá reynsluna sem verður bundið þá við að félögin hafi sportaflir kerfið virt og það sé svona gott alltaf því. Þannig ég ætla ekki að orða mér fleiri, frá því þegar ég vísa til ræðumina hér við fyrri umræðu þegar ég fylgdi fjárhagsáætlun úr hlaði. Í fjárhagsáætlun er ekki gert ráð fyrir lántökum á komandi ári sem er mjög ákvætt. Tekjuspá okkar er varlega áætluð, en enga síður miklar væntingar tekjur og en hefur verið stigið varlega í jarðið þeim. En líkt og alltaf, og kemur fram í niðurlagi inngangsmíns, en líkt og alltaf með fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, hvort sem er sterk tekjuár eða áföll, þá er rekstur þess sveitarfélags ávallt til skoðunar. Hann þarf ávallt að vera til skoðunar, það er ávallt að rýna, hann breytist, forsendur breytast, viðmið breytast, þannig að á hverju ári þarf að leita leiða og rýna að þetta sé sveitarfélags rekja á sem hagkvæmastan hátt með þetta þjónustuna, gæði hennar og þjónustu íbúa að leiðarljósi, en líka hagkvæmni og ráðdeild. Það var ekki fleira fórsti. Orðið er laust. Ragnar Sigurðsson bæjarfulltrúi Marð, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég tek undir með bæjarstjóra og þakka starfsfólki og nefndarfólki og okkur öllum í rauninni fyrir samstarfið við gerð þessa fjárhagsáætlunar. Eins og ég sagði í fyrri umræðu að þá eru allar grunnforsendur í þessari fjárhagsáætlun eitthvað sem að við getum vel unnað við og þetta er góð fjárhagsáætlun. Við erum að sníða stakk eftir vexti þó svo að sjálfsögðu megi alltaf deila það hvort að við séum að ganga nógu langt í einu eða öðru. Það eru jákvæð skref sem er verið að stíga í þessari fjárhagsáætlun. Ytri aðstæður eru jákvæðar og þar kannski ber fyrst að nefna varlega áætlaðar væntar tekjur út frá loðnuveiðum og vonandi gengur það allt eftir. Það er ákveðin fyrirsjáanlegur uppgangur í atvinnulífinu og einsýnt að við í rauninni getum ekki á sama tíma verið að belgja hér út í fjárfestingum og því er nauðsynlegt að halda aftur að sér í því. Við erum samkvæmt þessari áætlun að draga lítillega úr rekstrargjöldum sveitarfélagsins og það verður áskorun og að mínu viti er það fagnaðarefni. Það eru skref sem að við þurfum að taka og við þurfum að forgangsraða því að við sjáum það bara að í þeim aðstæðum sem við erum að þegar við drögum úr fjárfestingum að þá er þrátt fyrir það ekkert gríðarlega mikið eftir. Þannig að við erum í rauninni að búa okkur til þar aðstæður að í hver skipti sem við hyggjumst fara í fjárfestingar að þá eru aðstæður sem kalla á lántökur til þess að brúa það bil. Þannig að við þurfum einfaldlega að skapa auki svigrúm í rekstrinum og ég hefði alveg talið ástæðu til þess að ganga lengra en þetta er gott skref og ég ætla ekki að lasta það. Við erum að lækka álagningarstuður fasteignagjalda, það er eitthvað sem við höfum kallað mjög eftir
og við fögnum þessu skrefi, þetta er jákvætt. Við hyggjumst ekki taka lán og það er líka jákvætt og ég samþykki því þessa áætlun, enda er hún skynsamleg tillaga, þó svo að eins og ég segi, það megi alltaf gagnrýna það sem hvort að við séum að stíga öll þau skref sem við þurfum að taka eða hvort að við séum að gera nógu mikið eða of lítið af einhverju. En það er alltaf hægt að deila um það, þannig að ég lýsi mikill ánægju með þessa áætlun og samþykkja hana. Takk fyrir þetta. Orðið laust fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og ég ætla aðeins að taka undir til máls undir þessum lið, en eins og hér er komið skýrt fram að núna er fjárhagsáætlun 2022-3 ára lögð fram til síðari umræðu og bæjarstjóri hefur farið vel yfir áætlunina og þær breytingar sem urðu á milli umræðina og ég ætla að undirstrika orð mín frá fyrri umræðu fjárhagsáætlunina og einnig ítreka sérstaka þakkir til fjármálastjóra, bæjarstjóra, nefndafólks, bæjarfulltrúa og aðra starfsmanna sem hafa komið að vinnu við fjárhagsáætlun. Það er sannlega tilefni til að horfa björtum fram á við og hvort það var atvinnu eða útsvarstekna sveitarfélagsins og okkur öllum sem hér búum til hagsbóta. Meðal annars hefur verið til umræðu bæði hér í bæjarráðinu og í bæjarstjórn umræðu breytingu og álagningu vatnsgjalda og hér á eftir að lokinni afgreiðslu fjárhagsáætlunar þá mun ég leggja fram sameiginlega tillögu bæjarstjórnar. En orðið laust fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, Einar Már Sigurðsson, gjör svo vel. Forseti, það er nú orðið svo í seinni tíð að ég fer hér yfirleitt orðið upp til þess að fagna orðum bæjarfulltrúa Ragnars og ég held ég verða að gera það enn einu sinni. Jákvæðin er þar orðin alls ráðandi og það er mjög gott veganesti til framtíðar. Þannig að ég tek bara undir með Ragnari, ég er mjög ánægður með þessa varfærnu fjárhagsáætlun sem að hér liggur fyrir. Hún skilar mjög góðri niðurstöðu og ég held að það sé líka skynsamlegt eins og kom fram hjá Ragnari að við séum ekki að þenja hér upp í framkvæmdum vegna þess ástand sem er á vinnumarkaði. Það vantar fólk, það er nóg að gera, þannig að við þurfum að stíga þar varfærið fram en auðvitað höldum við okkar striki og reynum að tryggja auðvitað að framkvæmdir við leikskólan á Eskifirði nái fram að ganga. En sem sagt, ég get enn einu sinni verið fyllilega sammála bæjarfulltrúa Ragnar. Orðið laust fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2020-2025 hér upp til samþykktar. Og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eins og ég kom inn á hér áðan að þá hefur átt umræði stað breytingu og álagningu vatnsgjalda og legg hér fram sameiginlega tillögu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir að hefja undirbúning að breytingu og álagningu vatnsgjalda í sveitarfélaginu þar sem horft verið til stærðar húsnæðis við álagningu í stað verðmætis. Nauðsynlegt er að undirbúa slíka breytingu vel og er fjármálastjóra og bæjarstjóra Fjarðabyggðar falið að taka saman og rýna hvaða áhrif slík breyting hefði á húseigendur í Fjarðabyggð eftir hverfum og leggja fyrir bæjarráð fyrir hluta árs 2022 í tengslum við vinnu vegna fjárhagsáætlunar 2023. Bæjarráð vinni svo með niðurstöðu þeirrar samantektar með hliðsjón að ákvörðun liggi fyrir sumarið 2022 til grundvallar fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2023. Orðið laust þessa tillögu. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég þeir sem þessa tillögu samþykkja þessar skeifumerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið
2 fundagerð bæjarráðs nr. 733. Orðið er list fundagerð bæjarráðs. Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri biður um orðið. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar, komum bara, koma inn á hérna lið 7 í þessari fundagerð, 7 og 8 lítið inn á þá, 7 samstarfi leigufélagi Bríet leiguhúsnæði, bara við ekki aðtekla bæjarfulltrúar á því, svo hefur verið gert á heimasíðu að við höfum verið í samstarfi við, og sem að þekkja, við erum orðnir hluthafar í Bríet sem er óhagnaðardrifið leigufélag hins opinbera, í eigu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar eða í umsjón úr húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í eigu ríkisins og þegar við lögðum inn íbúðirnar réttarholtin í það og erum þar með, raun og veru fyrsti hluthafi eða annar hluthafi, Íbúðalánasjóður telst vera fyrsti hluthafi þar sem hann lagði inn húsnæði Bríet í byrjun, að við höfum ákveðið að efla það samstarf, við teljum það sé til mikilla bóta fyrir samfélagið, með því tryggjum við hér leigumarkað, óhagnaðardrifin og ákveðna festu leið vonandi getum aukið samstarfið á víðtækari hátt við Bríet og horfum til þess í tengslum við þetta en núna samþykkti bæjarráð og hefur verið undirritað samninga Bríet og við leggjum inn núna í Bríet 4 íbúðir að Leynimél á Stöðvarfirði. Með því teljum við sem að líka tryggja framboð af leiguhúsnæði á Stöðvarfirði. Þær eru 3 í útleigu nú og réttindi og skyldur þeirra leigjenda okkar færast yfir til Bríetar. Ein hefur ekki verið í leigu og þarf að fara í viðhald og vonandi mun það vera farið í það sem fyrst á vegum Bríetar farið og koma henni í leiguhátt ástand. Jafnframt félagsmálanefnd og hefur verið til umfjöllunar með og við erum að horfa til hvort að við gerum þetta samstarf víðtækara hjá okkur en engu að síður þá jafnframt var gengið frá nú húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Bríeti viljayfirlýsing sem við undirrituðum jafnframt í liðinni viku þar sem Bríet mun auglýsa eftir samstarfsaðilum til byggingu 4 leiguíbúða á Norðfirði og er það í samræmi við viljayfirlýsinguna sem við svipaða viljayfirlýsingu áður gert samt uppbyggingu leiguíbúða á Fáskrúðsfirði. Eins og við munum þá gengum frá samkomulagi fyrr á þessu ári byggingu 2 leiguíbúða á Fáskrúðsfirði. Þar var annars vegar og verktæki sem þar var inni. Það er nú til umfjöllunar hjá Bríeti og vonandi hillir í að þær íbúðir fara á stað en þessi viljayfirlýsing felur í sig að vera auglýst núna til samstarfsaðilum og með það fyrir augum að framkvæmdir hefjist næsta vor á Norðfirði við þessar 4 fái samstarfsaðili til þess. Ég held að það sé góð skref sem við erum að stíga með Bríet, ég held að séum að horfa til þess að efla félagið og efla þá það að hér rísi og verði legt framboð leigu íbúða. Hvað varðar lið 8 þá samþykkti bæjarráð þarna jafnframt eins og með þekkja þá eru verið breytingar á SV Öst eða Strætisvagnar Austurlands sem við höfum verið samstarfsaðilar í með sveitarfélögunum á Austurlandi. Það var útboð við SV Öst núna á haustdögum og í lok þess útboðs þá kom í ljós að það náðist ekki samkomulag við ríkisvaldið fjármögn á bakviða og þess að fyrstu þar lendi tekið ákvörðun að skila samningum til Vegagerðar. Vegagerðin mun taka yfir rekstur eða umhald almenningssamgangna á Austurlandi frá áramótum en þess að fyrstu var falið að ganga frá samningu fyrir hönd Vegagerðarinnar sem útboðs hafa í einn af þessum leggjum sem heitir Breiðdalur, Reyðarfjörður Breiðdalur var ekki Fjarðabyggð saðið að taka þann legg yfir og fella hann að okkar kerfi eða hann svaraði þessum almenningssamgöngukröfum inn okkar og við höfum bæjar á saðið þetta samningi sem það er lág og við munum núna eigum í viðtalum og viðræðum við okkar rekstur að þann aðila sem við rekum hjá kerfi þess að við getum fellt þetta saman vonandi. Síðan eins og áður hefur komið fram þá er alltaf líkur úr því að SV Öst munni frá áramótum ljúka hlutverksinu og og Vegagerðin tekur yfir að öðruleyti rekstur almenningssamgangna á Austurlandi líkt og annars staðar á landinu. Það var bara þetta tvennt sem ég vildi vekja athygli á, forseti. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundagerð bæjarráðs. Það er engin beðið orðið, þannig að ég ber upp fundagerð bæjarráðs nr. 733 eftir samþykktar, þeir sem hann samþykkja gefur merki. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í
lið 3, það fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 300 og orðið laust þá fundargerð. Ég ætla að taka hér til máls undir lið 1 í fundargerðinni. Það umhverfis- og loftslagsstefna Fjarðabyggðar innleiðing. Það var lagt fram sem sagt tilnefning nefnda í starfshóp innleiðingu á greinna skrefa í Fjarðabyggð og nefndin samþykti starfshópinn og tilnefndi einnig formann nefndarinnar, sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs, sviðsstjóra framkvæmdasviðs og verkefnastjóra úrgangsmála. Ungmennaráð mun einnig eiga 3 fulltrúa í starfshópnum en starfshópurinn skiptist niður í 3 undirhópa sem mun rýna í starfsstöðvar sveitarfélagsins í samvinnu við forstöðumenn og annað starfsfólk eins og við á. Aðalverkefni starfshópinn umhverfis- og loftslagsstefna og ákvörðunartökur og framkvæmdir, rekstur og innkaup og önnur starfsemi sveitarfélagsins mun taka mið af heimsmarkmiðunum og sjálfbærni. Við munum byrja því að horfa inn á við innleiðinguna í okkar eigin rekstur og staðan víða góð hjá okkur, svo sem í skólastofnunum og sérstaklega, og þá má nefna grænfánaverkefni sem víða í virku ferli þar. Samvinna og fræðsla svo lykillinn að fá góða og jákvæð virkni í þessa innleiðingu og það verður mikið lagt upp á því. Það verður fræðsla innan starfsstöðva Fjarðabyggðar og fræðsla fyrir fyrirtæki Fjarðabyggð og kynning sem mun þá fara fram í hverju og einu fyrirtæki fyrir sig og svo fræðsla við íbúana sem þá fræðsluefni sem aðsent og fræðsluefni sem inn úr gögnum Fjarðabyggðar í tengslum við grænt bókhald og til eins og ég vil bara ítreka það þetta samvinna sem lykillinn. Einnig mikilvægt að við náum til allra íbúa í þessari vinnu og efni verður þá þýtt einnig yfir á pólsku og ensku. En sveitarfélagið getur haft margvísleg áhrif og með hvatningu og fræðslu svo hefur komið fram og sama hátt heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, það mikil áskorun og hvatning til góðra verka. Aðeins að koma inn á einnig lið 2 í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar, það loftslagsvernd í verki, það sem sagt erindi sem barst frá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það var námskeið á vegum landverndar og þar verið að hvetja kjörna fulltrúa og starfsmenn sveitarfélaga til að taka þátt í þessu námskeiði og ég vil bara svona vekja athygli ykkar á því og þetta umhverfisstjóri mun taka þátt í þessu verkefni og sem þá innleitt að það verður sem sagt hópstjóri sem mun halda utanum og þetta snýst svona að skrá niður svona áhrif kolefnisspor einstaklinga en endilega kynni ykkur málin og það þá hægt að skrá sig. Fleira var það ekki í bili en orðið laust fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Enginn biður orðið og þá ber ég upp fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 300 upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja vinsælskefumerki, hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerð fræðslunefndar númer 104. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar númer 104. Byrja hana upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja vinsælskefumerki. Hún samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 5, almenn mál. 735 deiliskipulag Leira 1, breyting, sameining og stækkun lóða við Leirbakka og Leirukrók og ég mun mæla fyrir þessum lið. Að vísa frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu að breytingu á deiliskipulagi Leiru 1 vegna beiðni SGHF
að deiliskipulaginu verði breytt þannig að heimil verði bygging þurrgeymslu með því að sameina Leirubakka 4 og Leirukrók 4 í eina lóð, Leirubakka 4. Lóðin einnig stækkuð til suðurs og vegi hnika til sem því nemur. Skilmálar fyrir Leirukrók 4 verða felldir út. Farið verður með breytingu í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykki nágranna liggja fyrir og því ekki farið í grenndarkynningu þar sem að samþykki liggur fyrir. Þannig orðið laust um þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar breytingu á deiliskipulagi að Leiru 1 og þeir sem það samþykja vinsælskjafamerki. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6, það reglur fjarvinnu. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar, það svona óvenjulegt að við tökum reglur hér beint inn en ekki með svona hefðbundum hætti að fara í gegnum bæjarráð. En það var nú tilkom þannig að á síðasta fundi bæjarráðs hafði þessi reglur átt að fara inn en einhvern hluta vegna ekki komist inn á dagskrá vegna tæknilegra örðugleika. En mannauðsstjóri hefur unnið nokkuð hríð að reglum fjarvinnustefnu og það hafa verið í rýni bæði hjá mér sem bæjarstjóra og eins hjá bæjarritara og fleirum sem að farið yfir þetta og skoða þar en hann að ræða náttúrulega við að horfa til þess að í kjölfar COVID og bæði í COVID, kjölfar COVID hafa íslensk fyrirtæki og stofnanir í auknum mæli sett sér fjarvinnustefnur núna. Við getum ekki tala lengur við getum ekki víst ennþá tala kjölfar COVID, það ennþá bara bullandi í framundan. Þannig að það hefur svona, að því að menn sem við þekkja, í COVID þurftum við hér að stækka og að fækka og fjölga til skiptis þeim sem getur stundað vinnu á skrifstofu og miklu víðar í okkar rekstri í sveitarfélaginu og flytja heim. Og þetta hefur þetta gert það að verkum að margt hefur þetta reynst vel í ákveðnum þáttum og annað slíkt, þannig að það hefur svona verið kallað því að við hefðum þetta bara skýra stefnu þannig að það væri á hreinu hvernig við myndum geta nýtt fjarvinnu fyrir þá starfsmenn það að kjósa og hvað umhald skulum það vera. Reglurnar gera ráð fyrir því að starfsmannafjarðarbæða sem vinnastörf sem eru þess eðlis að hægt að leysa það utan starfsstöðvar gefin kostur á fjarvinnu ef næsti þjónustu til að hendar þeim verkefnum að störfum sem þið vinna. Og hafi starfsmenn áhuga þá þarf að semja það við næsta þjónustu með viku fyrirvara og fjölda þeirra daga sem unnir í fjarvinnu hvers sinn. En enga síður fjarvinna valkvæð, starfsmennum ekki skylt á nokkuð þátt að vinna í henni eða ekki vilja og það svona megin inntæki og tilgangur okkar það að þeim starfsmennum kjósa að gera slíkt séu ávallt að gera þeir samráð við næsta stjórnanda út frá því skipulag sem hendar viðkomandi teymi eða stofnun. Vinnutími óbreyttur í fjarvinnu og starfsmennum ber að stimpla sig inn. Þetta svona líkill við vildum leggja inn framlíka núna í þeirri ljósi þeirra stöður sem við erum í og að það væri skýr rammi, við hefðum viljað vera að koma með þetta fyrr inn jafnframt til þess að þetta sé svona skýr rammi upp á umhald og því að stjórnendur hafa kallað eftir því hjá sér til þess að þetta sé. En enga síður áallt í fjarvinnu það stjórnenda líka að meta hvernig það hendar hverjum einstakling og þeim verkefnum og skyldu sem hann hefur og leið hann teki þá sjálfstæða ákvörðinu slíkt ef hann telji það ekki henda. Þannig að þetta nú hér lagt fram, þær eru nú tel ég ramma þetta vel inn og séu til styrkinga stjórnendum í umhaldi og starfsmennsku. Það var ekki fleira, fórsti. Orðið laust þennan lið. Einar Már Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, nota tækifærið og fagna framlögðum tillögum vegna þess að ég tel þær afar nauðsynlegar og skapa meiri sveigjanleika fyrir starfsfólk sveitarfélagsins og eins fyrir skipulagið í störfum hjá sveitarfélaginu. Þetta mjög í anda þess sem við höfum verið að krefjast af ríkinu undir kjörorðinu störf án staðsetningar þar sem að það sé raunverulega hægt að vinna störfin sem eru þess eðlis,
hvar sem eins og í okkur í sveitafélaginu. Þannig að þetta eru reglur sem eru alveg í takt við tíman og takt við þá stefnum sem við höfum rekið gagnvart öðrum. Þannig að til þess að verða trúverðug í þeim þáttum þá er það eðlilegt að byrja hjá okkur sjálfum og þetta er afar mikilvægt skref í þá átt. Orðið er laust lið 6. Enginn hefur beðið orðið, þannig ég ber upp til samþykktar reglur fjárvinnu og þær samþykkja vinsalskeðmerki. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar með dagskrá og sá fundur verður 2. desember. Þakka fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.